flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Velkomin til leiks áhorfendur góðir. sporttv.is sem mætti í Austurberg þar sem að opna Reykjavíkurmótið í handbolta að fara af stað og í raun farið af stað. Þannig að þess að Stjarnan og Þróttur eigast við í fyrsta leik mótsins. Við sáum Stjörnuna á Ragnarsmótinu í síðustu viku þar sem að hefði getað gengið betur en þeir voru nokkuð segir og óksu þegar á leið. En Þrótt höfum við ekki séð áður. En þarna var Eyþór Magnússon að skora fyrsta mark leiksins. 1-0 fyrir Stjörnuna og Þróttar að verja að segja að ég hef bara aldrei séð áður. Þannig að það verður fráleitt að fylgjast með þeim. En þess maður geta að Ungfrú Ísland, Gulli, sonur hans Viggo að þjálfa. Skilst hann sem kallar Ungfrú Ísland. Hann að þjálfa liðið og virka mjög sprækir. Það verður gaman að fylgjast með þeim. Það er fín flétta en gekk ekki upp. Nú í liði Stjörnuna þá eru þeir búin að bæta við sem leikmenn frá því í Ragnarsmótinu. Björn Friðriksson mættur á svæði ásamt Þóróli Nílsen en þeir voru ekki með á Selfossi. Þannig að það mun styrkja Stjörnuna heldur betur. Og Stjarnan var þess að fá vítakast þar sem brotið var á Þóróli. Og Guðmundur Guðmundsson fer á línuna og skorar örugglega. 2-0. 2-0 fyrir Stjörnuna. Setur mark á Guðmund Guðmundsson. Og Þróttur fer í sókn. Og vinstri horninu á Þrótti ég sé ekki númer á honum. Vinstra megin fyrir utan leikmann númer 26 sem heitir Eyþór Vestmann. Á miðjunni númer 29 Daniel Pálsson. Það er svolítið erfitt að rýna í númerin hjá þeim. Vinstri hornamaður númer 3 hjá Þrótti. Og hann heitir Arne Karl. Þetta er þó ekki Norsari fljúandi sem kom hérna og hætta sem einhverjum byggingum. Nei, það getur ekki verið. Þá fer fyrsta gula kortið á loft. Og það er Guðmundur Guðmundsson leikmaður Stjörnuna sem fær það. Og aftur stillir Þróttur upp í leikkerfi. Kemur gott skot. En vel varið hjá Viktori Ragnarssoni. Og Daniel Einarsson skorar glæsilegt mark. 3-0. Glæsilegt mark hjá Daniel Einarssoni. 3-0 fyrir Stjörnuna og rúma 3 mínútur búin að leiknum. En þess má geta að leikir á Reykjavíkurmótinu núna allavega í riðlunum og væntanlega í undanúrslitum eða milliriðlunum spilað tvisvar sinnum 20 mínútur en ekki fullar 30 mínútur. Stillir Stjarnan upp. Þannig Daniel Einarsson í horninu, Guðmundur hægra megin fyrir utan. Þórólfur á miðjunni. Og Eyþór Magnússon vinstri megin fyrir utan. Og Kristján Kristjánsson í vinstri horninu og Björn Friðriksson á línunni. Kemur Eyþór aftur. Ja, þetta er vel gert. Æsilega gert. Björn Friðriks skorar. Virkilega vel gert hjá honum. Sé nú ekki Eyþór á skýrslu hérna, þannig að við þurfum að bæta honum bara við. Bætum við hérna við. Það er vel breytið á Guðmundi.
Og morgun verður líka leikið í Reykjavíkurmótinu, en reyndir á 2 stöðum. Það er bæði hérna í Austurbergi, sem heitir núna, og eins í Seljaskóla. Og Sport TV mun vera áfram í Austurbergi á morgun og sýna alla leikina. Og aftur skorar Daniel Einarsson með sitt annað mark í leiknum. Og strax á eftir þessu leik þá mætast IBVF og ÍR. Það verður gaman að sjá þessi lið mætast. ÍR í deildinni fyrir neðan N1-deildina. Og hafa alltaf átt gríðarlega mikið af ungum eflunum strákum, þannig að verður gaman að fylgjast með þeim. Já, þetta er glæsilega gert. Eyþór Vestmann, glæsilegt mark. Þórólfur á Daniel, þeir skorar frekar auðveldlega. Daniel með sitt 3. mark í leiknum. Virkilega vel gert hjá honum. Þess má líka geta að Brenda Þorvaldsson, fyrrverandi leikmaður Vals og Þórs eða Akureyrar, er á línunni hjá Þrótti. Sá mikli baráttu hundur. Þannig að honum leiðist eflaust ekki að vera í þessum barningi hérna á línunni. Já, glæsilegt. Og já, það verður gaman að sjá ÍR og hérna IBVF eigast eftir þessu leik. Og í kjölfari koma 3 leikir. Það klikka Þórólfur á færi. Þróttarar komu völlinn. Og Eyþór og Daniel á miðinni. Gefur á Arne Karl. 6-4 fyrir Stjörnuna þegar 8 mínútur eru liðnar á leiknum. Og hérna Björn Friðriksson. Og ennþá vantar Ragnar Helgason í hægra hornið. Jæja, vel gert af Þórólfi. Mikilvægur leikmaður fyrir Stjörnuna. Hann er sennilega einn af þeim með hvað mesta reynslu í þessu liði. Og Björn Friðriks. Já, það sjá við skemmtilegt körfuboltamót. Já, Birgi Jóhannssoni. Daniel á miðinni. Og Eyþór. Já, Eyþór með glæsilegt mark. Það er nú margt spunnið þetta Þróttarlið verið að segja. Já. Björn Friðriks var áminningu. Kemur inn á leikmaður númer 19, Guðmundur Jónsson. Og langt frá því að vera gítarleikari sálarinnar. Þetta er eingöngu nafni hans. Enda mun unglegri á að líta. Stjörnumenn taka vel á Þrótturum hérna í vörðinni. Já, þetta er glæsilega gert. Hjá Danieli Pálsson. 7-6 yfir Stjörnuna. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir Stjörnuna að fara ekki niður á sama plan og Þróttar eru. Það alveg gefur auðvitað að Stjarnan er með betra lið. Þá verður maður að halda einbendingu og gera þetta krafti. Já, Eyþór, glæsilegt mark. Mikið efni Eyþór Magnússon. Sá mann svolítið mikið á Ragnarsmótinu, þar sem hann stóð sér feikilega vel. Kemur Eyþór og góð sending á Brendan.
sem fiskar vítakast. Já, hárrétt dómgæsla hjá þeim Hafsteini og Gísla. Ekki annað hægt heldur en að reka manninn af velli. Og Eyþór fer á vítalínuna og skorar auðvitað. Staðan 8-7. Leiktími stoppaður. Það skildi þó ekki vera að leikklukkan í íþróttahúsi sé að stríða okkur. Og fyrir áhugasama sem að vilja kíkja á leikina sem voru á Ragnarsmótinu síðustu helgi, þá eru þeir komnir inn á vefinn á sporttv.is undir allt efni. Það er hægt að finna alla leikina nema einn reyndar sem að fallið var eitthvað að stríða okkur. En allir aðrir leikir eru komnir hann inn og fyrir þjálfara og leikmenn þá geta kíkt á þetta og skoða endilega. Það eru alveg sárafáir áhorfendur að fylgjast með þessu leik. Þetta var glæsilegt mark hjá Þrótturum, virkilega flott, slá hann inn. Og þá er Eyþór Vestmann með sitt 4. mark í leiknum. Stjörnumenn eru bara í tómi basli hérna á upphafsmínútum fyrri hálfleiks. Og Eyþór Vestmann rekinn af leikvelli í 2 mínútur og þar af leiðandi eru jafn margir í báðum liðum. Bæði liðmann er færri og sem skapar pláss. Brenda tekur á Eyþóri, ansi vel. Vítakast eftir á Þrótt. Þessi Þórólfur Níelsen fiskar vítakast. Og Guðmundur fer aftur að punktin eins og einu sinni áður í leiknum. Og skorað munnlega, verður maður að segja. Þessi Þórður Þórðarsson var ansi nálægt til að verja þetta vítakast. En Stjarnan leiðir með einu marki 9-8 þegar 13 mínútur í liðinu af fyrri hálfleik. Leikmaður komið 41, Styrmir Sigurðsson. Styrmir. Guðmundur brýtur vel á Styrmi. Styrmir með skot fram hjá. Stjörnumenn halda í sókn. Og Þórólfur
Eyþór, Guðmundur. Já, vel gert. Glæsilegt mark hjá Danieli Pálssyni. Með sitt annað mark í leiknum. Ungur og efnilegur strákur. Það er ágætis tilbreyting að prófa að vera svona einn í útsendingu í staðinn fyrir að vera með litla gyðinginn með sér. En hann kemur hérna eftir, hann örvænti ekki. Brendan í miklu barningi hann á línunni. Það var bæði fullt skipuð. Daniel og Eyþór. Og Daniel komur einnig frí. Glæsilegt. Þriðja mark Daniels. Og Stjörnum er konur 3 mörkum yfir. Enn missa Þróttur af boltan og Stjörnum er brenn upp. Þórólfur, Eyþór. Glæsilegt mark. Gott mark Eyþór. Með sitt 3. mark. Munur er komin í 4 mörk. Og það er eitthvað sem segir með það að munurinn á bara eftir að aukast. Með fullri vinningu fyrir Þrótti. Inn á línu kemur leikmann nr. 27. Og hann heitir svo mikið sem Sigþór Sigþórsson. Munið að minnstu hann hefði fengið boltan. Það eru nefnilega Valur Arnarsson. Hann er línumaður hjá Þrótti alveg eins og Valur Arnarsson. Svo mikla kempa. Þetta var glæsilegt mark hjá Guðmundi Jónasinni. Fjórar mínútur eftir af fyrri hálfleik. Stjörnumenn eru ekkert að flýta sér. Stilla bara upp í kerfi. Kemur Bjössi út. Þetta er ekki Bjössi. Þetta er leikmaður Sverrir Eyjólfsson. Eyþór með glæsilegt mark. Hans 4. í leiknum. 13-9. Daniel á miðunni, fær bolta að gefur á Eyþór. Eyþór fastur fyrir. Stjörnumenn hefðu mátt brjóta aðeins fyrr. Hleypið eitthvað sem full nálægt. Dómari er búinn að setja upp hendina með merki leiktöf. Þannig að Þróttur að vera að fara að skjóta. Ekki dæmt þarna. Stjörnumenn fara upp völlinn. Þórólfur kallar 10 vinstri. Það er gaman að sjá hvað það leikkerfi hefur í fram með sér. Já, þetta er glæsilega gert af Þórólfur. Þórólfur með sitt annað mark og kemur muninum í 5 mörk, 14-9. 2 mínútur eftir. Þetta aukakast. Það er svo sem hægt að taka undir það. Já, vel brotið hjá Stjörnunni. Guðmundur Jónasson komst lítt áleiðis. Já, þetta er vel gert. Vel gert Danieli Pálsson.
Daniel Pálsson með sitt 4. mark. Já, vel varið. Þróttarinn ekkert á því að gefast upp. Alls ekki. Þetta var leikmaður númer 3 sem skoraði þetta mark. Það var Arne Karl. Arne Karl með sitt 3. mark. 14-11 þegar 40 sekúndur er eftir. Þórólfur og Guðmundur. Þórólfur aftur. Klippið við Eyþór. Já, glæsilega varið. Karl Bjarnason er í markinu núna hjá Þrótti, búinn að vera 2 skot í röð. Eyþór aftur, Guðmundur, Eyþór. Það er dæmt lína á Sverrir Eyjólfsson. Þróttarar brunni. En beint í varðamann, 14-11 í hálfleik. Já, þetta fyrir hálfleikur var eiginlega meira ströggl. Stjörnumenn eru greiðlega samt með yfirhönduna en Þróttar eru nú lítið að ætla sér allavega ekkert að gefast upp. Þannig að það verður fróðlegt að sjá í seinni hálfleik hvernig leikurinn þróast og við komum hérna inn þegar síðari hálfleikur hefst. Stýrði því að seinni hálfleikur hefist. Staðan 14-11 fyrir Stjörnuna. Fyrri hálfleikur svona, já, hann var ekkert spes, hann var ekki góður. Hægur, lítill hraði. Ekkert spes til þér. En við skulum vonandi að við fáum eitthvað meira spennandi í henni seinni hálfleik. Þróttur að hefja leikinn. Já. Með þá Daniel og Eyþór í fremstæði flokki hjá Þrótti, báðir búin að gera 4 mörk og Arne Karl er búin að gera 3. Þetta er Guðmundur Jónsson með skot framhjá. Það fara Stjörnumenn á stað. Kristján Kristjánsson í horninu, Eyþór Magnússon vinstra megin fyrir utan, Þórólfur Níelsen á miðjunni, Guðmundur Guðmundsson hægra megin. Já, vel gert hjá Eyþóri Magnússoni. Sitt 5. mark í leiknum. Og Daniel Einarsson í hægra horninu og leikmaður númer 10 sem er Sverrir Eyjólfsson. Hann er á línunni svona upp að seinni hálfleiks. Já, þarna dæmir Hafsteinn aukakast. Og Daniel er á miðjunni, Daniel Pálsson með Þrótti. Það verður vörðið glæsilega hjá Stjörnunni. Er brunnið upp. Þórólfur á... Nei. Það var ítaskoti á Sverri Eyjólfssoni. Karl Bjarnason varði þetta glæsilega. Já, vel varið. Já, Viktor Ragnarssoni. Þetta er áttanum 2 mínútur. Þórólfur skorar. Sletti að dæma. Þórólfur með sitt 3. mark í þessu leik. Og Þróttarar sitja upp enn eina ferðina. Það verður nú bara viðurkennast að það er mjög erfitt að lýsa leikjum Þróttar vegna þess að maður þekkir ekki nokkurn mann. En þið fá allavega að sjá þetta, við berum með sjá hvernig Þróttararnir eru og það er bara alltaf fínt, alltaf gaman að horfa á handbolta.
og það er von okkar að við getum sýnt fullt af handbolta í vetur og það kemur í ljós strax eftir helgina. Þetta er vel gert. Glæsilega gert. Hjá Eyþóri Vestmann. Það er vel gert. Vel gert. Daniel Einarsson með sitt 4. mark og staðan orðið 17-11. Við erum leikmann númer 33, Arnar Freyr Björnsson, kemur á miðuna. Dæmt vítakast þegar brotið var á Eyþóri Vestmann og hann fer á punktinn sjálfur. Og klikkar, Viktor Ragnarsson verið glæsilega, virkilega vel gert. Þórólfur með skot í stöng og Kristján skoraði örugglega. Glæsilega gert af Kristjáni. Þá var hann kominn á blað. Og staðan var hann 18-11. Stjörnum eru búin að herða vörðina hjá sér aðeins og þar að leiðandi er munurinn komið strax í 7 mörk. Eins og svo margoft hefur komið fram, þá snýst þetta eingöngu um varnarleik og markvörslu eða stóra hluta. Þetta er nokkuð vel framkvæmt. Vistu boltan klaufulega frá sér. Þetta var næstu skotið innkast. Patti er talað við Sverri Eyjálsson línum á Stjörnunnar og segja honum að róa sig aðeins niður og liggja ekkert á. Þú bara gerir þetta yfir vega, þá gengur þetta allt saman upp. Það er Eyþór og Þórólfur, Guðmundur. Þórólfur klippir við Eyþór, Guðmundur. Gott skot, glæsilegt skot. Og Kristján vippar, en Karl Bjarnason verið glæsilega. Sá við Kristjáni og las hann eins og opna bók. Hann segir sér svo alveg að Brendan Þorvaldsson línum að Þróttar að fara nú ekki úr miklu að móða. Stjörnum er svolítið þéttir hann á miðunni, þannig að kemur mislukku sending á Brendan. Þórólfur með ekki nógu góð sendingu. Eyþór, Daniel. Stjörnum er ofan niður og setja bara upp í kerfi og til eina vitið. Stilla bara upp. Eyþór með skot sem er valið. Og leikmaður hérna hægra megin fyrir utan hjá Þrótti er leikmaður númer 24 sem heitir Davíð Már Kristinsson. Ég veit ekki ennþá hvort það sé rétthentur eða örvhentur. Jú, hann er rétthentur. Hann kemur hérna. Já, Sverrir Eyjólfsson er Sverrir Eyjólfsson er vikið að leikvelli. Í 2 mínútur. Þetta er vel gert. Virkilega vel gert. Og þá var leikmaður númer 15, Arnar Guðmundsson. Skorar sitt fyrsta mark. Staðan 18-12 fyrir Stjörnuna og rúma 7 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Eyþór aftur. Þessi mark Eyþór sitt 7. mark í leiknum. Og hérna á ganginum er
Já, glæsilega varið. Og hérna fyrir ofan áhorfendapallann í Austurbergi þá er lið IBVF og IR byrjað að hita upp. Og það verður gaman að sjá IBVF-lið. Við erum ekkert séð þá svona í upphæfi móts. Við vorum ekki á Selfossi og þér er þetta fyrsta hittu sem við sjáum þá. Reyndar eins og Þróttarinn hérna núna. Vel tekið á Eyþóri. Nú ef að sé einhverjar truflanir í útsendingu þá eru einhverju smá böggar og við biðjumst velvirðingar á því. En vonandi kemst þetta allt til skila. Þannig lína Stjörnuna. Staða 19-12. Þarna er þetta vítakast. Líklega að varnarmaður Stjörnuna hafi verið fyrir innan teig sinn í stað. Og á punkti fyrir leikmaður númer 24 og hann heitir Davíð Már Kristinsson og hann skorar örugglega. Vel gert, 19-13. Og Stjörnum er stilla upp. Þetta er búið að vera mjög hægur handbolti sem við séum hérna í dag í þessu leik. Lítið læti og hraða. Vel gert við Eyþóri. Eyþór með 7. mark. Og leikmanni númer 19 hjá Þrótti, Guðmundi Jónssoni, vikið að leikvelli. Þannig að Stjörnum er einu fleiri næstu 2 mínúturnar og ættu með svona öllu eðlu að ná enn meira forskoti heldur en núna. 20-13, 10 mínútur til leiksloka. Þróttar að gera náttúrulega eina í stöðunni er að reyna að hægja á leiknum því ef þeir eru að fara að hlaupa með Stjörnunni þá tapa þeir nokkuð samfærandi. Klaufalis-sending fór beint út af. Daniel til umkvæmstið, Georg Guðmund og Eyþór og Þórólfur og Eyþór og glæsilega varið. Og markmann númer 1 sem er Sigurjón Kjarnesteð. Vel varið honum. Eyþór, Þórólfur, Guðmundur og Daniel. Virkilega vel gert af Daniel. Glæsilega gert. Sitt 4. mark. 21-13. Virkilega vel gert. Dæmt lína á Brendana sem hann styttir sér leið. Það má víst ekki. Drömmum Stjörnum upp. Nei, ekki vildi við dæma vítakast. Dæmt lína á Þróttara. Það er nú líka lítið að vera núna. Þurrka gólfið síns mér, Kristján Svan Kristjánsson löðrandi sveittur í vinstri horninu. Það þarf að þurrka upp eftir hann. Það er 8 mínútur til leiksloka. Og 8 marka munur. 21-13 fyrir Stjörnuna. Þetta er svona þægileg byrjun að reykja að gópinu á Stjörnunni verið að segjast. Eyþór með skot, en varið. Já,
Glæsilega gert hjá Guðmundi Jónssoni. Þetta kallast að skjóta í skeytin inn. Vel skotið. Tuttugu 14 og Stjörnumenn halda í sókn enn á ný. Eyþór missir bolta, nei, nær honum aftur. Og Eyþór Vestmann fær 2 mínútna brottvistum fyrir að hrinda Birni línumanni Stjörnunnar. Þetta er náttúrulega hárrétt. Eyþór og Þórólfur og Björn og vítakast á 2 mínútur. Þá er það Guðmundur Jónsson sem fær að fjúrkúta í 2 mínútur. Þetta er vel gert. Það er að segja hjá Birni Friðrikssoni. Þórólfur Níse fer á línuna. Jájá, vel gert til Þórólfur. Æsilegt mark. 22-14. Það er eitthvað, já, leikurinn að hafa hennar nýju. Það er hóttunni hjá Þrótturum komið leikmann nr. 25 sem heitir svo mikið sem Tómas Þorsteinsson. Já, þetta er allt saman nýju leikmenn fyrir mér. Þróttar eru 4 eins og stendur, þannig að það er ekkert hlaupið að fara í gegnum vörn Stjörnunnar og þeir bíða bara á þetta. Og hérna missa Þróttar á boltann. Og enn eru 45 sekúndur í að Þróttar að fá fyrri manni sinn inn á. Það verður gaman að sjá hvernig þeir leysa þetta. Já, þetta er vel gert. Kristján Jöfusmar. Virkilega vel gert. Það er komið 9 marka munur. 23-14. Það er vel brotið á Daniel. Og 5 sekúndur í að fyrir maður Þróttar að koma inn á. Það gerist núna. Það kemur bara strax í skot. Eyþór Vestmann. Það er ekkert að týna ná í hlutina. Og þá eru Þróttar að koma fullskipa lið. Júki vinstri er kallað. Að fá við þið áreyndu góður að sjá hvernig Júki vinstri lítur út. Hann lítur svona út. Vel tekið á Bjössi Friðriksson á línunni. Fær enga frið og Brendan. Annál á hörku tól lætur ekki bjóða sig þetta. Þórólfur skoti í varnarvegginn. Og dæmt hótt. Það er ótt, það er dæmt hótt. Uppbót á Eyþóri. Stjörnumir þurfum að fara að gera, hendin er komin upp. Já, Þróttar eiga boltann og þeir koma hérna upp. Sendur fótur á Brendan og fær boltann í fótinn. Rétt á hann að greipa hann. Koma Stjörnumenn og Þórólfur brunnar upp.
Jæja, gengur eitthvað erfilega að senda boltan þarna. Kristján, Daniel. Aron niður aftur núna. Sjá hvað Þróttar, nei, Stjörnum er setja upp núna. Þórólfur með glæsilegt mark. Glæsilegt mark til Þórólfi. (24:15), 2,5 mínútur eftir. Og hér strax á eftir þessu leik þá mætast IR og IBVF. Og það verður vonandi aðeins fjörlegri leikur heldur en þessi. Já, minna minnst að Daniel hefði stólið boltanum. En minnst að rétt út fyrir. Þetta er vel gert. Guðmundur Jónsson, flott mark í honum. Það var nú slagskot hjá Eyþóri. Ná Þróttur að minnka munina enn frekar. Guðmundur Jónsson tekið föstu tökum. Rétt rúm mínúta til leiksloka. Já. 24:16, 50 sekúndur eftir og Þróttar að gera tilraun til þess að minnka munin enn frekar. Það Stjörnum er ekkert á því. Fá væntanlega eina tilraun viðbót. Og það missa boltan og Daniel alveg frammi. Nei. Já, Daniel skorar. 15 sekúndur eftir. 25:16 fyrir Stjörnuna. Máttlegt skot. Og það eru lokatölur leiksins. Stjarnan vinnur afar sannfærandi sigur á Þrótturum 25:16 í mjög svo bragðdaufum leik verð ég að segja. Og eins og ég sagði án þá styttist í leik IBVF og IR og við komum hér inn eftir örskamma stund.